Þá förum við í 3. versið í 13. kaflanum að eitt af höfðum þess, þetta dýrs, ekki drekans núna, þetta dýrið sem kom upp úr hafinu, að var sært til ólífis, en banasár þess varð heilt. Hér spádómur að eitthvað gerist, eitthvað óskemmtilegt fyrir þetta vald, að það missi mátt sinn og megin, en það læknast. Og það kemur í ljós, Óperárbókin útskýrir sig. Öll jörðin fylgdu dýrinu með undrun og þeir tilbáðu drekann. Býðum við, eitthvað sem tilbáðu Satan? Þið gerðu ykkur ekki grein fyrir því, en þegar við gerum vilja Satans, sem kemur fram í lífi, hegðan eða tilskipunum manna, til okkar eða til bara samfélagsins, þegar við látum að boði hans sem starfar í gegnum menn, þá tilbyðum við drekann, Satan. Það er þetta sem átt við hér. Og það segir líka af því að hann hafði gefið dýrinu vald sitt. Svo er þetta dýr þess eðlis að það er hægt að tilbyðja það. Tóku eftir því. Svo að þessi tilbyðsla hefur eitthvað með menn að gera, því að ekki tilbyðja skepnurnar, dýrin, fuglarnir eða fiskarnir. Það eru menn sem hafa vit og sem sagt hugsun til að votta einhverju öðru lotningu sína og tilbeiðslu. Og svo segir að þeir tilbáðu dýrið og sagði hver jafnast við dýrið og hver getur barist við það. Sá tími að koma, vinir, að menn munu átta sig á því innan skams. Það ekki hægt að berjast gegn þessu valdi. Og nú erum við að tala um trúalegt vald. Auðvitað Satan á bakvið það. Er þetta trúalega vald sem verður tilbeðið. Það mun skikka okkur, mennina, yfirleitt á jörðinni til að sitja og standa eins og því þóknast. Eða, ef þú ekki gegnir, þá myndu ekki geta keypt eða selt, eins og segir í lok 13. kaflas. En við meðhöndlum það seinna. Svo segir í 5. versi, og því var gefið munnur, talað stóryrði og guðlastanir og lofað að fara því fram í 42 mánuði. Hérna kemur þetta sama tímabil, 1260 dagar í 42 mánuðum, ef þú margfaldar það með 30. Eða þetta eru 1260 ár. Og það lauk upp munni sínu til að lastmæla gegn Guði, til að lastmæla nafni hans og tjaldbúð hans og þeim sem á himni búa. Hafið ekki heyrt ofta að menn bölva Guði? Þetta gerist nokkuð oft í dag, eða ekki? Við kenna honum allt, þegar þeir raun og veru Satan að kenna. En svo segir þarna að lastmæla tjaldbúð hans, það er tjaldbúð Guðs. Þetta er helgidómur Guðs. Og þessi helgidómur, hann er til vegna okkar, til að hjálpa okkur, frelsa okkur frá syndum okkar. Og æðstiprestur þar á himni er sjálfur frelsarinn, Jesús Kristur. Svo þegar menn lastmæla tjaldbúð Guðs, helgidómi Guðs, þá kæra þessi kollóttan hjálpræði Jesú Krist. Það er svona alvarlegt. Og flestir hafa ekki hugmynd þetta. Af því það er búið að draga svo mikla blekkingar hulu fyrir augliti manna að þeir skilja hvorki upp né niður í orði Guðs, en það lesa það ekki. En það er að kenna allt mögulegt frá ræðustólum hérna ýmsu trúfélaga. Og það blekkir. Ég vil ekki vera í hópi andlegra leiðtoga á efsta degi, þegar fólki snýst gegn þeim, þegar það átta sig á að þeir hafa verið dregnir á asnaeyrunum í trúalegum efnum í gegnum allt sitt líf. En þá er það orðið of seint. Náðartíminn er þá að enda og Kristur er kominn til að sækja fólki sitt og fólk verið skilið eftir sem aldrei tók á móti honum. Ég ætla að sýna ykkur hérna svo lítið frá Daníel, í Daníels bók í Gamla testamentinu, sem talar eitthvað svipað. Það segir þetta dýr og hann talar dýr sem að tákna þjóðir eða konunga. Nema Daníel er sagt að hann, ykkur voldur konungur eða ráðamaður, getur verið andlegur leiðtogi, mun orðmæla gegn hinum hæsta, gegn Guði og kúga hina heilu og hins hæsta.
ofsækja og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Og þeir munu honum í hendur seldir verða eina tíð, 2 tíðir og hálfa tíð. Hafið þið tekið eftir því að þessar tímamælingar, núna það 1 tíð, 1 ár, 2 tíðir, 2 ár í viðbót við þetta eina, komið 3 ár, pluss hálft ár. Tíð hugtak yfir ár hérna á fyrirtíðar tungumáli. Og hér aftur og aftur verið að tala bæði í Daníelsbók og Opnunarbókinni sama tímabili, 1260 árin, þegar að páfinn var ráður í Evrópu og reynda víðar heiminn og kristið fólk. Þeir sem lásu Biblíuna og fór eftir því, þeir voru hundeltur alla jarðir og ofsóttir og milljónir voru teknir af lífi. Vitið það, vinir, áður Kristi kemur, þá mun eitthvað svipað gerast, ógnvekjandi. Þar sem að menn þurfa að velja á milli lífs og dauða. En áður en að menn munu geta slátrað trúuðu Guðs þegnum hér á jörðu mun Kristi koma. Sumum munu þó líða fyrir trú sína.